Já, góði áhorfendur, verið sælir og velkomnir aftur. Hér seinni hálfleikur að fara að renna af stað í leik Kormáks og Elliða í 4. deild D. Staðan ennþá 1-1, hefur ekkert breyst í hálfleiknum og leikmennir eru komnir út af völlinu tilbúnir að láta ljós sín skína. Eru einhverjar skiptingar sem við sjáum hérna í hálfleiknum? Ekki í fljótu bragði, jú, eða... Nei, Hjörtur ennþá inn á, hann tekur hérna einhverja leikarina tilburði í uppbytun. Frumlegar uppbytunæfingar. Og mér sýnist varnarlínan miðja vera svo sama og var í fyrri hálfleik. Og þá ekkert í vegi fyrir því að seinni hálfleikur geti hafist. Dómarinn skokkar inn út á völlin og gerir sig kláran til að flauta leikinn á. Mann taka hérna létta teygjur og halda bolt á lofti og svona. Þessi helstu triks. Kormáksmenn spila undan ljúfum aftan blæ í seinni hálfleik í áttina að Blönduvirkjun. Jú, hann kemur Óskar skokkandi inn, hann var síðasti maður. Og hérna bendir hann í átt að aðstöðumönnum sínum og flautar leikinn á. Núna og nú seinni hálfleikur hafinn. Kormáksmenn byrja með boltan og leika honum aftur á bak og þömpa svo fram á ekki Þetta nokkurn mann. hendi. Hann sparkar hann beint í hendur á sig, hann dæmir það þannig að hann dæmir aukaspyrnu á þetta. Þetta bara skot. Þarna kemur Hlynur alveg askvaðandi af og segir á fótboltamáli: ég tek þetta, rífur til sín boltan. Þetta hann bestu til verksins fallinn, langversti spyrnumaðurinn okkar. Og sokkan upp. Eftir vítaspyrnu vandræði Kormáks í síðustu leikjum þá spurði ég Hörð hver það væri sem myndi taka vítin í leiknum í dag ef eitthvað kemur. Hér kemur aukaspyrnan, hann þrusa boltanum í hælinn á Samherja og Elliðamenn ná að bæja hættinu frá. Kormáksmenn ná boltanum og skipta yfir hérna. Nú eru þeir að koma rólega með boltan og Siggi Adnegård með hann en tapar honum, Yngvi nær honum aftur og skýtur en þeir ná að verja. Þannig átt að senda kannski út til hliðar. En þess í stað koma Elliðamenn og hér eru einhverjar stimpingar. Hlynur Rikk fór fast í leikmann Elliða sem hrind honum frá. Stökk og fætur og hrind honum. En Hlynur dagfarsprúður að eðlisfæri og lætur ekki bregða sér svona. Hann hundfúll leikmann 15 og bara fúll yfir höfuð. Vel gert í dómaranum, hann gefur Elliðamanni tiltal, ekki Hlyn, fyrir þessu viðbrögð. Setur svo þumalinn upp í loftið, spyrir hvort menn sé ekki kátir. Fagmannlega unnið hjá dómaranum. Elliðamenn fá bara aukaspyrnu eins og átt að vera. Leikmann nr. 15 sem varð fyrir þessa tækningu Hlyns röltir nú rólega fram. Hann hefur ekki sagt þetta síðast að þessum leik og ætlar örugglega hefna fyrir þetta. Hörður skallar boltan frá og Kormáksmenn þömpa honum fram. Þar Yngvi 1 á móti 2 og þeir ná á honum boltanum. Senda hann inn á miðju og stungur sending inn fyrir og þeirra snöggi. Leikmaður gerir sér breiðan en við náum að bjarga boltanum út til vinstri. Sóknin heldur áfram en Elliðamenn missa boltan út af. Já, hún skrikkaði þarna fótur á hliðarlínunni og missi boltan út af. Hjörtur sendir hérna, þetta já, sjá þetta. Já, þetta ekki Óskar sem með boltan Óskar, hann lék hana. Leikur á menn í öttustu víglinu, lék sér þarna eldinum en hann má við því, hann þar leikið með boltan og enda spilið af þessu innkast sem Kormákur fær, svona 10 mínútum frá hotfána. Nú boltan kemur hérna löng sending fram á Heiðar og miklu kapplöpi við varnarmenn. Varnarmann Elliða sem títt nefndur númer 26, Sláni, og hann sér engan kost vænstan nema að senda boltan út af. Innkast Kormákur á. Kormákur á þetta innkast og hér kemur það inn í teiginn og Sláns leikmaðurinn, hann nær boltan frá en við erum konur upp að endamörkum og fáum hotn. Vel gert þarna hjá Kormáki. Þetta var svo sem ekkert sérstaklega vel gert hjá Kormáki, þetta var bara lélegt hjá Elliðamönnum. Þeir slugsuðu boltanum hann aftur fyrir endalínu. Og það Hámundur sjálfur sem ætlar að taka aukaspyrnuna. Það kannski svona minnst sporið á honum. Á okkar 3 miðjumönnum. En það breytist kannski nú, hérna kemur hotspyrna frá honum.
Hann er góð spyrnumaður. En þetta var ekki góð spyrna. Hafna tekur Hörður á móti boltanum að það klippa hann í einhverju Í einhverju bríaríi, það fór eins og margur hefði spáð. Hann hyrði þannig boltan á númer 10, hann og Jóhann í andra. Og boltinn kom inn fyrir, Yngvi með skot, þetta er virkilega vel varið hjá markmanni Elliða þarna. Þarna var Yngvi kominn, náði að vinna sig inn í teginn og náði skoti á markið. Sóknin er ekki búinn, Siggi með boltan, gefur hann út á hliðin sem með lélega sendingu inn í og markmaður Elliða nær að handsama boltan. Þetta var mjög vel varið hjá honum þarna. Þetta var fyrnafast skot hjá Yngva úr þröngu færi en afar vel varið eins og Svo áður virtist sem boltinn hafi bara farið beint á markmanninn. Og Siggi gerir hérna vel eldir vonlausan bolta allalega upp í horn og ég veit ekki alveg hvað hann ætla að gera, hvort hann ætla að reyna að bjarga honum í útspark sem er nú verra en út af fer hann í innkast, sýnist mér. Þó er ég ekki viss. Það er einhver reikistefnu hér, svo virðist sem að jú, það er innkast sem að Elliða menn eiga alveg upp við sinn hottvona. Þetta er hendi en sem að Hlynur sparkar í, þetta er vel gert hælspyrna hana hjá og Yngvi er með boltan, sendir hann hérna út á Sigurð sem að sendir hann út aftur en misöfnu sending. Og innkast sem Elliða. Sigurður þarf að fara að gera þessi í brók. Hann er ekki búinn að setja mark sitt á þennan leik. Ekki mjög mikið mark. Og hann er ekki búinn að setja þetta einasta mark í sumar. Hann var okkar markahæsti leikmaður í Lengjubikarnum. Jafnaði þar með Ingibergs kort frá því fyrra með 5 mörk ef ég man rétt, en hann er ekki ennþá búinn að komast á blaði á Íslandsmótinu sem er ekki vel. Hann þarf að detta í gang. Þarna kemur löng sendingin fyrir. Hjörtur hefur gleymt sér en línuvörðurinn dæmir rangstöðu. Veifar rangstöðu og dómarinn dæmir. Þarna voru þeir komnir einir 3 inn fyrir. Og gott að það voru ekki einir 3 af þeim rangstæðir. Þannig kemur Óskar upp. Reynir að senda 2 í gegn. Ekkert gengur og í 4. skipti hann kemur Heimir. Hnjáar hann boltan skemmtilega og sendir hann út að Sigga og Heimir heldur áfram. Hann ætlar að bara fá að skora. Hann fær boltan aftur upp vinstra megin en þarna kemur varnarmaður Elliða og boxar hann út og það er dæmt útspark. Þarna var Heimir óheppinn. Hann var búinn að leggja á sig þessa löngu ferð úr vörninu allir fram. En útspark sem Elliða menn fá upp úr öllu þessu. Hann er stór og þéttur á velli, miðvörður þeirra númer 20 og hann steig Heimir þarna einfallega út mjög auðveldlega hann. Og útspark. Nú svo virðist sem að Elliða menn sé að gera sig klára í skiptingu, það eru menn að hita upp sem og hjá okkur að mér sýnist. Þannig kemur Hlynur í bakið á. Þetta er vel gert. Drullaður út af segir einhver hér í stúkunni. Þarna var leikmaður númer 15 sem átti kapp við Hlyn áðan. Hann ætlaði aldrei að hefna sín og ætlaði að koma með eina brakandi tæklingu. Hann náði Hlyn ekki sem betur fer og dómarinn gefur honum loka viðvörun með því að leggja hendur flatar framfyrir sig og ýta þeim hratt út í hliðarna. Svona eins og hann sé að pumpa í reiðhjólsdekk. Já, eins og hann sé að pumpa í reiðhjólsdekk. Þetta er svona alþjóðlegt merki dómara ekki meir af þessu. Ekki meir Geir. Ekki meir Geir minn. Og Yngvi kom hérna upp vinstra megin átti sendingu fyrir þar sem enginn var okkar manna. Og markmaður þeirra Elliða handsamar knöttinn og kemur honum í leik. Og þeir senda hérna fram með Hjörtur kemst inn í sendingu og Hámundur gerir hana vel. Vel gert en sendingin ekki alveg nógu góð. Ætlaði að senda hana á Viktor. En sendingin á svo löng og þeir koma hérna út hægra megin varnarmenn Elliða og ætla að senda fram en boltinn fer hátt í loft og vindurinn grípur hann og ber hann út af. Innkast okkar manna. Nú Hlynur kastar inn. Og þetta er einhver þæfingur hér. Hörður stígur fram fyrir sóknarmanninn og ætlar að skalla hann en sóknarmaðurinn nær að koma boltanum áfram og Hjörtur bjargar í innkast. Það er innkast sem Elliða menn eiga við miðlinu og þeir senda inn. Hörður kemur hana alveg straujar Elliða manninn og dómarinn dæmir hana réttilega, sýndist mér aukaspyrnu. Þetta verður ekki verið þægilegt. Allir þeir sem hafa spilað íþróttir með herði vita
offsan sem í honum býr og þarna fæði að sjá smá dæmi af því. Skriðþunginn gífurlegur. Gefur ekkert eftir þó að menn lendi saman eða menn fá þessa aukaspyrnu og hérna kemur boltinn, fínn boltinn í teig og markmaður þarf að tala þarna. Hann nær að slæma hendi í boltan og bæja hættinu frá. Þarna var eins og hann hefði ekki látið heyri í sér. Og ætlaði að menn ná boltanum af okkar varnarmönnum og leika framhjá og þarna tekur hann dýfu eins og lax. Þetta er ekkert annað en bara leikaraskapur hann. Hann ætlaði að fara fram í Hödda en Höddi slæmdi fæti í boltan og náði að senda boltan að bjarga í horn. Hann tók þarna herfilega dýfu, þetta var ekki fengið hátt fyrir listræn tilburði. Hérna kemur góð hotspyrna inn í tegin en Hörður nær að skalla boltan frá. Yngvi einn í fremstu vílinu, tekur boltan niður, leikur framhjá einum, hann er komin framhjá honum. Nú þarf menn að koma í hjálpina og hann tosar í hann varnarmaðurinn þarna á hann að dæma aukaspyrnu. Hann gerir það líka, þetta bara setja gullspjald á þetta, hann stoppar sóknina með togi öxlinni á Yngva. En Yngvi fær þá bara aukaspyrnu. Hörður kemur hér að dómaranum og gargar á hann. Alls ósáttur. Dómarinn biður hann bara að fara heim til föðurhúsanna. Sem hann nú gerir aftur í vörn. Og já, hvað er hann að gera? Jú. Hann hlýtur ætla að spjalda þennan mann. Hann spjaldar mann. Hann stoppar þarna sóknina hjá Kormáki. Fór sér engu óslega þarna dómarinn, beið bara. Hann búinn að eiga góðan leik þessi dómari. Ágætis dómari. Og línuvörðurinn Fjær sé ekki kannski á pari við hann. Nú Hlynur gerir sig kláran til að spyrna inn í vítateig. Þeir eru með þeir eru eins og hlaup í skarðið hérna, sóknarmenn okkar, þeir eru að hlaupa hérna fram og tilbaka, reyna að trufla og villa fyrir varnarmönnum Elliða. Siggi hleypur hérna í hringi, hérna kemur aukaspyrna, þessi er aðeins of há eða hvað. Og Sláninn nær að bjarga í horn, þarna var Siggi beint fyrir aftan hann. Karrager var hérna fyrir aftan hann. Karrager var fyrir aftan hann, segi ég, skítur rúða hjá mér. Beið þarna í ofvæni en hornspyrnan er okkar. Hann lúrði á Fjær en hann bakkaði þarna vel Sláninn og sendi hann út fyrir. Nýtti alla sína sentimetra í að koma þessum bolta aftur fyrir. Og Sigurður tekur hornspyrnu. Þetta er góð hornspyrna og hann kýlir boltan upp í loftið. Og Heimir Karrager tekur hann á móti boltanum og þeir ná honum og þömp honum fram og hann fær boltan númer 10. Þarna er mikill darraðdans. Þarna er ekki nóg. Mér líst ekkert á þetta. Og þetta er víðs fjarri framhjá. Þarna var vindurinn með okkur í liði, þarna var Hjörtur að klikka, Höddi steig út á hárréttum tíma til að gera sóknarmann rángstæðan en Hjörtur var of aftarlega. Markmaðurinn kom svo á fleygi ferð út markinu og gerði þessi breiðan og framhjá fór boltinn. Þarna koma þeir 2 menn á 2 og þeir gera þau mistök okkar menn að þeir hlaupa samsíða í sama mannin. Útsparkið frá okkar marki og þeir taka boltan 11 menn og hérna á miðjunni og eitthvað að leika sér með hann. Senda hérna upp kantinn vinstra megin og hann sendur hann út í sjoppu alla leið. Á Hörð. Þetta leit illa út. En við náum að bjarga frá. Karrager nær hann á boltanum og bjargar fimlega. Sigurður fær hann hérna vinstra megin og þarna þarf hann að senda boltan. Leikur inn að miðju, þetta er vel gert í Sigga. Og nú kemur sendingin á Yngva, Yngvi staldrar við og vippar hann svo inn fyrir og þarna munar nú litlu að einhver hasar gæti orðið og menn eru eitthvað í stimpingunni eftir til vílinu. Sigurður átti þarna nikk inn fyrir en Viktor var þarna fyrir innan en nær ekki boltanum. Þarna kemur Höddi í eina að hætti húsins og sennilega fer hann í bókina góðu eða hvað, hann beitir því triksi að fara strax að reyma og vera minni í augum dómarans og hann geti hugsanlega gleymt honum. Þetta er gamalt triks. Og hann kemst upp með það, vel gert hjá Herði, hann blekkir þarna dómarann með þvengbræðinu. Með skóreim triksinu, en hann fær nú ekki mörg svoleiðis. Þetta er spil sem að spila bara út einu sinni í hverjum leik. En er tromp. Nú þeir koma inn upp, vinstra megin, 11 minn, og hann mætir þarna Heiðar og boltinn fer út fyrir hliðalínu og 11 menn enga stað, það er Sláninn sem tekur það. Þau gera sig klára þarna inn á vítatöngum, þetta er fyrir miðjum okkar vallarhelmingi. Hann kastar hérna inn á 10, kemur vel aftur og sækir boltan. Og það er ógilt innkast. Það er ekki að háa einhvern væntanlega frá sínum þjálfara þarna, sem var alveg æfur á hliðalínunni.
Þeir koma hérna upp enn og aftur. En missa boltanum, hann tekur Óskar boltan. Nú er lag, nú er að sækja á. Hann sendir hérna út á hlinn, hann sendir hérna út á kantinn vinstra megin. Sigurður kemur, Hámundur kemur í overlappið, nú þarf að fá boltan. Það er mikið rétt. Og hann sækir hérna upp kantinn. Og kloppar hann vel, getur hann komið inn í vítateig og hann heldur áfram. Og sendir hælspyrnu. Og önnur hælspyrna, það er alltaf að vera vitlaust hérna. En boltinn endar í innkasti. Þarna gerði Hámundur góða hluti. Sendi hann hælspyrnu aftur, þeir örlítið mislaða fætur Ingo, hann missi boltan hann örlítið frá sér og hann kemur og sparkar boltanum í hann og út og þeir eiga innkastið 11 menn. Nú, það er ekki mikið búið að gerast markvert í seinni hálfleik. Nú eru konar 60 mínútur á klukkun og staðan er ennþá 1-1, bæði mörkin komin í fyrri hálfleik. Þarna var 15 enn eina ferðina í einhverjum æfingum. Þeir eru snakillir 11 menn. Ferðalagið hefur lagst illa í þá, þeir eru fannir að íta og tuða og býta. Já, hann er hann að dansa á línuna hann númer 15 sem er búinn að vera í einhverjum stimpingum. Fór hann aftan í hlinn sem lætur sér að engu það finnast. Heyrðu, hérna góð aukaspyrna frá hlinn sem að númer 26 nikkar í innkast við að andstæða hliðarlínu. Okkar menn taka innkastið, senda þarna inn. Viktor fær þarna boltan, leikur sér eitthvað, snýr þarna, nei, en má ekki við marknum og missir boltan. Og þeir koma hérna upp, þetta lítur ekki vel út. Hann sendir hérna fram og þarna þarf að brjóta á þessum manni. Þetta gengur ekki. Hörður gerir það alveg vel gert. Hanna gerði Hörður virkilega vel. Hann náði að draga hann uppi á einhverjum óskiljanlegum ástæðum hvernig hann fór að því. Og hann rendi sér fótskrið og myndaði þar heljar mikla þúst fyrir framan hann. Hann lætur sig þarna falla Heimir Karager. Nei, þetta var Hlynur. Og tekur boltan með hendinni. Veifaði hann spjaldi, sá ég það rétt hjá hann? Hann veifaði spjaldi þarna á Hlyn. Hann ætlaði að reyna þetta triks að láta sig falla og greip svo boltan í leiðinu og snýri baki. Sérstaklega þetta átti að vera á blindur hliðin á dómarinn en hann lét ekki plata sig og Hlynur fær gult spjald fyrir vikið. Elliði með aukaspyrnu upp við hliðarlínuna. Nú og þeir koma, hérna kemur hár, nei þeir taka það stutt og boltinn rúllar hérna framhjá ansi mörgum. Nei, þarna kloppar hann, nei, þetta er bannað. Og vel gert hjá markmann, hann kemur út á hárréttum tíma þegar voru búin að prjóna sig með þrýningaspili í gegnum alla vörn Kormáks og hér kemur kastið fram og endar með innkasti eftir klafs og hann er sennilega dæmið aukaspyrnu á Sigurð. Jú, hann fer hana. Hann hugsaði þarna manninn en ekki boltan og er steinhissa á öllu saman. Svo sem ekkert aðtöðast við þetta, hann svona fær á þessa aukaspyrnu og það er einhver reikistefna að hérna dómarinn. Þeir eru ákveða hver ætlar að taka aukaspyrnuna. Jú, það er númer 7. Og þeir gera sig klára inn á teignum. Og nú er að standa pliktið í vörninni. Og það kemur hár bolti. Hörður á að eiga þetta sem hann gerir. Bolti fyrir út aftur. Þeir senda aftur inn í. Þetta lítur að rángstæða, jú, hann flaggar hér. Og hérna flaggar línuvörðurinn til merkis rángstöðu og aukaspyrna sem að Jóhann markmaður okkar tekur. Það hefur verið að vera heldur að bæta í vind. Það eru góða fréttir fyrir okkar menn. Alltaf gott að spila undan vindi. Hérna er langt. Löng aukaspyrna eða útspark frá dómarunum. Þarna verður Hötti kærulaus. Heimir Karager tilbaka á markmanninu og þarf að hreinsa sig á fínt. Langt upp völlin, býtu, hérna getur verið færi, Siggi, nei er þetta Yngvi, hver er þetta? Og boltinn fyrir aftur fyrir endanum. Boltinn fyrir aftur fyrir. Þannig að hefði hann þurft að hafa 1 metri viðbót á aftasta varnarmann 11 manna. En hann nær að pota sér fram fyrir Ingo og bjarga í horn. Og það er Viktor sem að skokkar hann út á hliðarlínu og ætlar að taka hornið.
og þeir eru nú ekki margliðaðir inn í teignum okkar menn, en þeir ætla væntanlega að koma á strauginu. Hér smá þing hjá línuverði og dómara. Hvað þeir að spá ómögulegt að segja. Hvað kíkirinn? Kíkirinn hérna á hliðarlínunni en það of seint. Það seint, þeir þurftu eitthvað að ræða málin hann. Hann hleypur nú ætlar ekki að gera neitt, sýnst mér. Nei. Eða hvað? Nei, hérna kemur bara hornið. Nú þarf að gera maður ráð fyrir vindinum og hann fer alveg upp að markinu og aftur fyrir endamörk og hornspyrna. Aftur horn. Ég hygg að þetta hafi nú verið rangur dómur en við tökum þessu. En við fórnum okkur í þetta horn. Þetta var gott, hann kom þarna axlar hæð á nærstöngina, hérna kemur á fjær, hérna skemmtilegt horn, þarna átti hann að senda boltan út, boltin kemur hérna á fjær og Hlynur kemur á siglingunni en ákveður að reyna að skalla að marki í staðinn fyrir að skalla inn í teiginn. Boltin fer hann vel yfir og aldrei á leiðin inn í markið. Og útspark frá marki Elliða. Þeir fara ekki mjög framarlega núna, það virðist vera sem að vindurinn tekur svolítið á móti boltanum. Jú, þarna náður hann eitthvað áfram. En Óskar skallar þarna. Eitthvað misskilningur hjá sóknarmönnunum okkar. En boltinn kemur hérna enn eina ferðina inn fyrir og það enn eina ferðina leikmann nr. 10 og hann með fína sendingu inn í teig, nú hætta en vel verið á verði á Hlynri. Hlynur gerir sér breiðan hann ætlaði að taka hann á en næra Sigurður sprettir inn upp kantinn. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Og faðir Sigurðar hér lætur einhver þau og já, segjum ekki meira það. Hann ekki sáttur við framgöngu 11 manna við son sinn. Og finnur þeim flestil foráttu. Aukaspyrnuna fengum við, engin spjöld í þetta skiptið. Og það Rikkarinn sem ætlar að taka þetta. Þú þurfa að fá ekki of innanlega. Þetta allt of utanlega. Og hann ætlaði Viktor að klippa hann. En þarna kemur Óskar, hann væntanlega sendir hann inn í. Já, vel gert að það. Laumar hann með fyrir henni, þannig voru samstarfsmenn hans ekki alveg með á nótunum en Kormákur heldur boltanum aftarlega núna vellinum og þeir koma aftur í sókn, vel gert hjá Óskari en aftur eru þeir ekki að lesa hann og hér kemur óskiljanleg sending fram völlin. En hann var ekki alveg tilbúinn, þeirra fremsti maður. Boltinn fer það langt inn fyrir að hann hleypur ekki einu sinni eftir honum. En Höttur kemur hérna aftur, sendir hann út hérna til vinstri á Heimi sem að ber boltan upp völlin. Hlynur kemur hérna út vinstra megin og sendir hann inn á miðju á Háma sem á slaka sendingu en hún ratar á Óskar sem að gerir mjög vel, leikur hann á 1, 2, 3, sendir svo fyrir en þar engin okkar manna til að taka við boltanum en þeir ná, við ná, þetta hægist á þessu hérna. Og léleg sending, þversending. Skipta kant, Sigurður nær þessum bolta. Og leikur tilbaka á númer 15. Honum örugglega fundist það óþarfi. Þannig Óskar á boltanum, sendir hinn út á kantinn á Heiðar hægra megin sem að sendir hann fyrir og þarna kemur Sigurður. Hann réttnir sér á boltanum. Og skotan hann ver aftur og aftur ver hann. Þetta endar með marki. Þetta í þriðju tilraun skora. Þetta var alveg ótrúlegt að sjá. Sigurður fær hann að boltan, leikur til hægri, sendir svolítið erfiðri stöðu, skýtur á marki, dómarinn, markmaðurinn ver. Markmaðurinn varði tvisvar sinnum mjög vel. Út í teiginn, Yngvi fær boltan, skýtur aftur og aftur ver markmaðurinn og út í teiginn sem að Yngvi fylgir vel og eftir og þömpar boltan í markið og staðan orðin 2-1. Hann mjög ósáttur við sjálfur sig þarna, Elliða markmaður. Labbar hér og bölvar. Og hér eru áhorfendur að ná í boltan, hann endaði hérna utan vega eftir þetta mark. Þeir eru að bara leyfa 11 að sækja þetta sjálfum. Nú vinnur tíminn með okkur. En eins og ég segi, þetta voru virkilega vel gert hjá Sigga. Hann hætti ekki, náði skotin á markið og þar og eftir náði Yngvi 2 skotin sem markmaðurinn varði bæði mjög vel. En þeir hættu ekki og Yngvi náði síðasta frákastinu og inn fór tuðran. Virkilega fínt. 2-1 fyrir Kormák. Og 68 mínútur og 26 sekundur betur komið á klukkuna. Hér eru tæplega 22 mínútur eftir að leiknum.
af venjulegum leiktíma en svo nú líklegt að koma einhverja skiptingar hér eftir og bætt verið við innum 4-5 mínútum sem klassist. Nú þeir senda upp vinstra megin 11 menn. Þetta svona einhver hálofta bolti núna en boltin ber til Viktors. Hann felldur, það hlýtur að vera þetta. Eitthvað segir mér að mótlæti muni núna fara verulega í 11 menn og við fáum að sjá spjöld í ýmsum litum birtast svona í seinni helming Ég ætla að gera svo djarfur að skjóta á að þeirra leikmaður númer 15 fái spjald eða spjöld á eftir. Hann hérna á í höggi við Hlyn Rík sem nú þekktur fyrir að fyrir ýmis tricks. Kalla ekki allt ömmu sína. Og hann fær hérna boltan markmaður 11 á lélegt útspark. Boltinn hoppar hana og okkar Óskar með hann á miðjunni, sendir inn á Viktor sem sendir hann hérna, leikur aftur, sendir á Hjört. Núna eru leikmenn eins og Óskar og Viktor gríðarlega mikilvægt, þetta bara að geta tekið boltan niður og Þarna vel gert, þarna Yngvi spóla sér framhjá markmanninum. Sigurður með hann inn í vítateig og hann fellur við en hann næra lýsa lappi vel gert í Sigga og kvættast inn í tegin og hvar endar þetta allt saman. Þarna voru þeir þyrnir. Þetta var mjög vel gert, hann Yngvi fær hann að boltan hægra með við mark. Tekur körfuboltahreyfinguna sína sem hann gerir svo oft, svona liðast framhjá leikmanninum og kemur hann inn fyrir og Siggi gerir vel í að ná skoti og innkast Kormáksmann upp við hotfánan. Ég held að það liggi mark í loftinu Kormáksmegin og nú er boltinn komin inn í teig og hann snýr sig við og fellur en ekkert dæmt og 11 menn hreinsa boltan frá. Það gerði engin kröf á neitt þarna þannig að sennilega var þetta rétt dæmt í dómaranum að vera ekki að flauta víti á viðskipti Kormáksmanna við 11 inn í teignum. Þetta var soft eins og að segja. Það var óskup mjúkt og annað innkast sem Kormáksmenn fá. Það liggur töluvert á 11 núna okkar menn eru vaskir fram á við. Þeir eru mjög líflegir hérna Yngvi og Siggi akkurat núna. Búin að mjög líflegir í framlínunni. Heiðar hefur svolítið horfið núna í seinni hálfleiknum. En það er ekki okkar menn innkast hérna kemur Hlynur Rík og gerir sér kláran að kasta inn. Þeir eru klárir inn, þeir eru 2 á Yngva núna, hann erfiður. Hann nær að skýla bolta vel, jú hann nær að slíta sér lausan. En þeir komast fyrir hann og enn eitt innkastið, þetta er fínt, tímið vinnur með okkur, 71 mínútur á klukkunni. Kormákur 2-11-1, innkastum Kormákur á núna. Hlynur ekkert að stressa sig og sækja boltan, röltir hinn í mestum agindum. Sér að dómarinn svona Við lítur þetta horn auga, 11 menn eru alveg hundfúlir með svona trikk. Hérna kemur innkastið frá hliðin og það fer inn í tegin, það er of stutt. Vel gert þarna hjá Hámundi. Hámundi mætir. Sendir hann svo á Sigga og aftur á Hámund og Hámundi með laflaust skot. Þetta var ekki góð ákvörðun í þessu, hann kemst þarna inn fyrir varnarlínu og þarna reynir skot á nær en þarna átt hann að senda. Þeir voru einu 2 okkar menn hann inn í tegnum. Þarna hefur verið mun gæfulegra að senda á þá og láta þá frista gefinu. Þetta var lélegt skot líka, þetta var laflaust og í hliðanendi, það á aldrei að gera svoleiðis. Nú og það útspark frá marki 11 sem það stutt. Þeir taka stutt. Og við góð pressa þarna, Viktor fer alveg í þá og sem enda með því að það gefa frá sér boltan. Hámundur skallaði hann annað skiptið í leiknum og gott við ekki annað skiptið þetta sumarið en markmaður 11 færi boltan í flansið og kastar hann stutt út. Nú bara halda áfram þessar góðu pressu. Leika sér á miðjunni. Leikmann nr. 7 sendir hann út á slánan og slánin tapar boltan. Kormáksmenn eru bara að spila vel núna. Þeir eru miklu betri. Þeir eru mjög aggressífir á mennina þegar á þá 11 menn. Þeir eru fljótir að ergja þá og fara í þá og þarna kemur skrítin sending frá vinstri bakverðinum alveg yfir á hægri bakverðin og hann missir tök á hann og Siggi tæklar hann í hérna dæmi dómarinn óskiljanlega innkast sem 11 menn eiga en svo mótmæli því svo sem enginn þannig að kannski var það rétt. Ég nú eiginlega alveg 100% á því Björgun að hann hafi farið í hann að 11 leikmannin. Spurning hvort hann hafi verið komin út af, maður sér ekki alveg hvað hliðalínan sökum mikils þurrks í grasi. Kal í túni. Kal í túnum hérna á öðrum vallarins. Vel gert Viktor, sendir hann, já þeir ná að komast fyrir þetta 11 menn og nú klafs á miðinni. Já þeir koma hérna sóknarmenn og Hörður með
viðvaningslega vörn þarna, en þetta leysist allt saman. Óskar nær boltanum. vorum við heppnir, hann var hérna hægra megin elliða maðurinn alveg gauðfrýr. Hámundur með boltan. Og það innkast sem Kormáksmenn fá. Hámundur búinn að vera þéttur í dag. Fínleikur hjá honum. Fínleikur. Spila vel saman þessi þrýr. Virðist vera mjög færanleg og lipur miðja hjá okkar mönnum í dag. Og þarna kemur boltinn. Viktor nikkar honum inn, rétt missir af boltanum. Sigurður, og hann þömpar hann að boltanum fram, númer 15 hjá þeim. Boltinn dettur hérna á miðjuna og þarna má engum muna að þeir hafi verið komnir inn tveir í gegn. Þarna hafi sendur fram, Ingu tekur við boltanum, má ekki við margnum, hann nær hann á hún hann númer 20. En sendur svo inn á miðjuna og þeir missa á hann, Hjörtur kemur inn upp, sendir fyrir, en þeir bæja hættinu frá og þetta mikið að stungum í gangi núna sem að fæstar að fara réttar leið. Þeir eru að spinna honum bara viðstöðulaust yfirleitt og þeir hitta núna á eitthvað samherja. Hérna kemur leikmannum 7 og Þeysing spretti upp vinstra megin og leikur fram hjá okkar mönnum og með slaka sendingu inn í teginn sem að Heimir Karaker á ekki nokkur vandræði með. Tekur hann vel á móti boltanum. Sendur hann svona hérna fram á Viktor. Viktor yfir á Sigurð á vinstrikantinum. Þarna þarf boltinn að koma á fjær. Og hann tekur mannin á, vel gert, hann kom fram hjá honum og þá er einn varnarmaður eftir. Og hvað gerir Siggi? Hann er komin einn á móti honum og hann er tekinn niður og stígur svo ofan á varnarmaðurinn. Þarna má réttlæta hreinlega rautt spjald. Vegna þess að þessi varnarmaður var aftastur og tekur Sigga niður, en hann er kannski ekki á beinni leið í áttina markinu og virðist þá kannski sleppa með þetta varnarmaður ætlilega. En mér þykir ólíkindum hann skuli ekki sína honum guldspjald. Þetta var mjög vel gert, þannig að hann hægir á sér Sigurður, en stingur svo boltanum upp fyrir og skilur varnarmanninn gjörsamlega eftir sér, sér engan kost vænstan nema bregða fyrir hann fæti. Það var vel gert að Sigga, hann er búinn að eiga mjög góðan seinni hálfleik og í mínum huga er hann svona fremstur í kosningunum mannleiksins og staðinu akkurat núna. Það var miðjumenn sem búinn að vera góðir og vörnin búinn að halda vel á stundum og Yngvi búinn að eiga góðan leik fram á við. Hvað finnst þér, Skúli? Ég get ekki dæmt það hver myndi hreppa það hlutkesti, en hérna kemur Yngvi, ég myndi segja hann skjóti. Já! Ó, markmaður nær með klónum að blaka boltanum fram hjá stönginni fjær. Þetta var ágætt skot, þetta virkaði svona svolítið eins og sending. Það var svona skot/sending, það hefði einhver getað komið þarna á strauginu, en boltinn á leið alveg út við stöng og hann gerir vel bara markmaðurinn að blaka þessum bolta í horn. Og hérna kemur hornið, það er lágt og þeir ná að bæja hættinu frá. Óskar og hann skýtur boltanum, en þetta var snúinn bolti en beint í fangið á markmannum sem á ekki nokkur vandræði með þetta. 76 mínútur búnar af leiknum, Kormákur 2, gestirnir í Elliða eru með 1. Þetta lítur vel út frá staðan núna, en þeir koma núna hérna upp vinstra megin. Það er langt frá því að þessi leikur sé búinn. Þeir eiga ýmsa ása upp í sínum ermum ennþá, Elliðamenn, og hér sýnist með fyrsta skipting leiksins fyrir að eiga sér stað. Það er Elliðamenn sem ætla að skipta. Hafsendinn númer 20 fer út af og einhver annar kemur í hans stað. Jú, þeir ætla að fá ferska fætur hérna í vörnina. Hann greinilega sér í hvað stefnir þjálfari þeirra Elliðamanna og ætlar að vera við öllu búinn þegar sóknin fer að þyngjast. Við erum með vindinn í bakið og hann virðist hjálpa okkur örlítið með að halda pressu á þeim gengur illa að kýla boltan fram þeim Elliðamönnum. Þarna vinnur Yngvi boltan eftir innkast og Siggi var svona við það að prjóna sig í gegn, en hann náði ekki tökum á boltanum en heldur upp góðri pressu. Þetta var ekki vel gert við Yngva. Hörður tekur hann á sín íþróttumikla kassa og sendir hann út vinstra megin. Vel gert hjá hliðin að ná þessum bolta. Þetta var ekki góð sending hjá honum. Offsa okkar, en þarna þurfa menn að fara í þennan kauða og þeir dómarinn dæmir afar veika aukaspyrnu. Þarna hirðir Viktor einfaldlega boltan. Hann fer svolítið vasklega í mannin reyndar í leiðinni. Það hefur eitthvað farið fyrir brjóstið á dómaranum og hann dæmir á það. Það fór fyrir brjóstið á dómaranum og ákvörðun dómarans fór fyrir brjóstið á áhorfendum sem voru ekki par sáttir við þessa ákvörðun. Elliðamenn koma núna upp hægra megin. Þeir ná að stoppa það bili og hann rennir sér fótskriðu, vel gert, en hann kemst fram hjá honum og hann dæmir að lokum innkast sem Kormáksmenn eiga. Ég hugsa að hann dæmi hérna aukaspyrnu og hann bendir eitthvað hérna.
menn íta. Leikmaður nummer 7 að missa stjórn á skapi sínu, ítir hér mönnum í burtu og með almenn leiðindi. Nú það dómarinn að stíga inn til að þessi skaufi fari ekki. Hann slæmdi hendinni í hann. Hann lætur hann á gult og gott ef hann var ekki búinn að fá gult. Jó, hann sendur að velli. Það rautt spjald. Þetta réttilega dæmt. Hann slæmir hann hendinni afar klaufalega í andlitið á Viktor og alveg með ólíkindum. Það var búið að dæma, þetta var allt fallið ljúfa lög þegar hann ákveður að vera með einhver derring og uppsker eftir því rautt spjald. Hann hleypur við fót út af vellinum, ég held að það sé bara fúlastur yfir því að hafa klikkað svona sjálfur. Þetta var óþarfi hjá honum. Þetta var mjög klaufalega gert. Nú eru leikmenn Kormáks manni í slegri þar sem eftir þessar 11 mínútur sem eftir á leiknum. Og aukaspyrnuna eigum við eftir þetta moment of madness hjá honum. Hlynur Rikk ætlar að taka það þegar búið að skrá allt niður í bókhaldið og Siggi vill fá boltan stutt. Hlynur vill ekki gefa hann stutt. Dómarinn stoppar leikinn einhver hluta vegna. Já, línuvörðurinn var bara ekki tilbúinn í slaginn, hann var að ganga frá bókhaldinu og hann biður Sigurð Árni að róa sig. Nú flautar hann til leik og Hlynur tekur aukaspyrnuna og setur langan bolta fram. Beitur honum upp í vindinn, þetta er bara mjög gott hjá honum. En þeir hreinsa frá Elliða menn. En þar eru okkar menn, enn einn bakgrindingi frá Elliða og boltinn berst hérna alveg yfir á Heiðar sem hefur haft hægt sig í seinni hálfleik. Já, hann hefur örlítið týnst núna Heiðar en hann gerir þarna vel, fór hann fram hjá manninum en misti boltan örlítið og langt frá sér. Innkastið Kormáksmanna þegar komið upp hægra megin, það er Heiðar sendir hann á Yngva, Yngvi komið fram hjá bakverðinum og svo afar slök sending fyrir beint í griflutnar á markmanninum. Þarna kom Sigurður á strauginu hérna fjær, hann ætlaði að hafa honum boltan greinilega en sendingin var ekki nægilega nákvæm. Og þeir leika hérna aftast Elliða menn. Verðist vera að fara að draga örlítið af þeim og þeir eru fannir að leika hérna bara aftur á markmann. Nú verðum við að setja á þá. Já, við gerum það. Og Viktor nær hann að komast inn í sendingu og Siggi fer framhjá einum, framhjá tveimur og sendir hann inn á Viktor, skjóttu nú drengur, afar slagskot en frákastið fer yfir markið af Yngva og hann fær hotbunnu. Þetta var vel gert. Þarna átti Viktor að gera betur. Hann átti að gera betur, já. Hann var með boltan inn í vítategnum rétt fyrir utan marktegin og sett hann bara beint á markmann. Þetta var ekki nógu nýtmiða hjá hann skotið. Við erum að sjá það trekk að markmaður þegar Elliða menn hann heldur ekki einustu tuðru. Hann ver vel en hann næri ekki að halda boltanum og Yngvi er búinn að lesa þetta svolítið, hann er alltaf mættur í öll fráköst. Við erum að vera alveg hanga á honum. Það kemur Sigur og lappar út á hotfana, ég veit ekki hvaða æfingar það eru. Það er... Dómarinn er eitthvað að ráðfæra sig við einhverja á hliðarlínunni. Það sé ekki að biðja einhverja að róa sig. Líklega. En Sigurður hefur hann skokkað út af hotfana og Viktor tekur hotnið. Hann ætlar að tala við. Hann flautar bara leikinn á. Boltinn fer tilbaka, þeir ætla að krossa hann þaðan. Óskar með boltan, fín bolti. Flott sending hérna hjá Óskari fyrir en þeir komast inn í sendinguna. Hérna er Hlynur úti, vinstra megin sendir fyrir. Nei, lélegt, aftur fyrir endamörk. Það er léleg sending hjá Hlynur, hann veit að best sjálfur. Félur andlit sitt í höndum. Og þá er skipting. Elliða menn ætla að bregðast við þessu rauðspjaldi með að senda inn liðstyrk. Það er leikmaður nummer 33 sem ég var bara ekki búinn að taka eftir að væri inn á sem er að fara út af hérna. Sýnist þetta að vera þeirra síðasta skiptumaður. Jú, það er kannski einn í viðbót hérna á bekknum hjá þeim. Þeir eru ekki margliðaðir á bekknum. En þeir voru búin að gera eina skiptingu áður, þeir Elliða menn. En Yngva okkar menn, og hér er útspark frá marki Elliða. Nú er að gera að fá ekki á sig mark það sem eftir er. Þannig að stekkur Yngvi hæst, vel gert, gnæfir hann yfir. Siggi tekur boltan vel niður á Hámund og Hámundur með sendingu inn á Yngva. Yngvi þarf að hlaupa allir upp í horn og þarna er ítt í bakið á honum og Yngvi missir hann klaufalega út af. Þetta var... Hann fylgdi hann mjög kröftulega í bakið á honum og... Kormáksmenn eru núna
að spila fína vörn, það góð pressa frá miðmönnunum okkar. Þeir hlaupa hérna mikið þeir Viktor og Óskar og sérstaklega Viktor núna, hann eldir alla bolta, hann truflar þá, hann fá engan frið hérna aftarlega hjá þeim. Hérna Og kemur svo kemur Stúka inn sending fyrir. fram og Heimir tekur þetta auðveldlega. Þegar maður númer 15 sendir hann hérna upp kantinn hægra megin og hann tekur númer 17 við Þú honum. þarf að fara í þennan mann. 15 með sendingu inn í, hann á auðum sjó og boltinn berst alla leið hægra megin. En í varnarmenn Kormáks þau ná að vera fyrir hérna tvisvar, nú þarf eitthvað að fara í þennan bolta. Þannig að mér verið hendi og vel gert, hann kemur hérna á stökkinu okkar markmaður. Hann kastar sér eins og hann sé að grípa. Svo hann sé að grípa lax með berum höndum. Þarna einhver darradans á miðunni. Okkar fremstu menn eru þarna í baráttu við og þeir missa boltan. Hámundur tekur hann hérna rétt fyrir innan miðlinu. Á hérna sendingu á Heiðar, en þessi sending var aðeins og föst. Nú að gera bara aðeins að slaka á. Jú, dómarinn dæmir, hann gerði þarna vel númer 26. Hann fer þarna í Heiðar, truflar hann og stoppar Köttar á hlaupið, en dómarinn sá þetta allt saman og dæmdi réttilega aukaspyrnu. Það vel gert hjá hann að sjá þetta, ég tók ekki eftir neinu misjöfnu. Nú það Hlynur sem kemur að vanda og tekur aukaspyrnuna þarna. Nú bara glöða markið, hann með góðan vind með sér og þetta á fínum stað fyrir skot. Svolítið langt frá, en eins og ég segi með vindinn með sér, þá getur allt gerst. Við erum að fá þennan bolta, þannig að hann boppi rétt fyrir framan markmanninn. Einmitt, og það gerir hann. Hann rétt heldur honum. Þetta var góð hugsun hann hjá honum, hann boppar hann fyrir framan markmanninn. Hann grípur hann en svona alveg við að missa hann aftur. Og þeir komu upp vinstra megin og ná sendingunni inn á milli. Þannig klaufagangur í vörn Kormáks, þeir eru að vinna sig upp á vítategnum. Leikmannum 15 hann með 4 í sér, en hann má ekki í marknum og boltinn berst til Hámundar sem sendir hann upp kantinn á Sigga. Þarna Siggi mjög sterkur, hann tekur varnarmanninn á og hann næri að tefja hann aðeins, hann með hann inn á vinstri kantinum og hvað ætlar hann að gera? Þetta fínt hjá honum, leita bara tilbaka. Hámundur kemur hérna í hjálpina. Vel gert hjá Hámundi og hann næri að fiska innkast. Þannig Hámundur sterkur með boltan á tánum. Þarna liggur maður eftir, það Heimir Karagel sýnist mér sem komið með einhverja... Nei, þetta Hlynur. Já, þetta Hlynur, já. Ég hef ekki þekkt þetta einasta leikmann með nafni rétt í dag. Ég held því bara áfram, Hlynur liggur örendur eftir. Hann með krampa. Á meðan elliðamenn gera skiptingu, hinn úrriti leikmann með 15 fer út af, áður en hann er sendur í bað. Þeir mættu nú ekki við því að vera með 2 færri elliðamenn. Og hann farin út af þeirra besti maður númer 10, hann hefur ekki séð ástæðu til að hafa hann lengur inn og það vel þeirra þjálfari? Þeirra lang besti sóknarmaður. En okkar besti varnarmaður í hygg í dag, Hlynur Rikk, hann liggur hérna eftir og ég sé að Siggi Arnegård liggur líka, ég veit ekki hvort hann bara að hvíla sig eða hvort að það amar eitthvað að honum. Nú, Hlynur Rikk hleypur hérna út af, það skipting, inn á kemur Markus Gunnar Leifsson. Sennilega þá fyrir Hlynur Rikk. Væntanlega fyrir Hlynur Rikk. Hann hefur leikið sína síðustu mínútur hér í dag og kemur hann inn líklega í vinstri bak. Liggur hér í spretthlaupara stellingu Hlynur Rikk og nú var hann farinn. Hann gefur allt í leiki sína og þá vill verða skrokkurinn fylgir ekki á eftir. Hann allavega farinn í pásu og Markus Gunnar Leifs byrjar á innkasti, finnur Ingva upp við vítateigshornið og þetta má nú litlu muna að við náum að komast í vísi að almennilegu skotfæri, en ekki var það svo vel gert hjá Heimir Karagel þarna. Næri að stoppa sókn elliðamanna og Kormákur næri ekki almennilega valdi á boltanum hérna á miðjunni. Jú, núna gerist það og upp hægra megin kemur Heiðar Kittijar og slánin fyrir honum. Hann fer fram hjá honum og tosar í hann, en dómarinn dæmir ekki neitt. Slök sending inn í teig frá Heiðari. Yngvi kom hann á ferðinni en næri ekki til knattarins. En sendingin var laus og léleg. Og aftur til markmanns og aftur fyrir endamörk hver boltinn. Elliðamenn eru þá með útspakt 2 mínútur eftir leiknum, staðan ennþá Kormákur 2, Elliði 1. Þetta að vera gríðarlega spennandi. Þetta algjört must að sigla inn þessum 3 stigum sem við höfum í hendi núna.
en við vitum að allt getur gerst á stuttum tíma. Hérna er Hámundur í baráttu, vel gert! En hann stöðvar hann hlaupið hjá Viktor, hann ætlaði að senda hann inn fyrir og boltinn fór inn fyrir en hann stöðvaði Viktor hann. Hann er gífurlega sprækur hann Viktor, hann búinn að hlaupa hérna eins og óður væri. Búinn að eiga fínan leik, mjög fínan leik. Og þarna tæklar hann og liggur óvígur eftir. En áfram heldur þetta, Hámundur með boltann vinstra megin, leikur inn að miðju og þannig að finna rétta sendingu, finnur Yngva sem flikkar honum á Sigga, kemst ekki alla leið og hann finnur aftur miðjuna, Viktor er staðinn upp og hann bara skýtur, það er bara vel gert hjá honum og þarna mátti ekki miklu mun að boltinn myndi hreinlega sigla í markið en hárfínt framhjá. Hárfínt, hann leit svona út fyrir að hann var ekki alveg viss markmaðurinn hvort hann ætti að láta hann. Já, við viljum hvernig koma því á framfæri, þetta er mjög vel dæmdur leikur hér í dag þó svo að línuverðir hafi ekki alveg fylgt með hérna til að byrja með í leiknum en hann hefur haft mjög góð tök á þessum leik, dómarinn. Guðmundur Valgeirsson dómari hefur stýrt þessu mikilli prýðum, ég kannast nú eitthvað við þetta nafn, ég veit ekki hvort þetta er eitthvað þekktur dómari eða bara ekki, ég hef ekki búin að vera mjög manngreiningar vélinn hjá mér hefur ekki verið í góðu lagi í dag. Hérna er enn og aftur togað í okkar leikmenn þeir eru að fara framhjá. Þeir eru afar leiðilegir. Leikur Heiðar vel framhjá, þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Og bakgrending. Þeir eru orðnir afar pirraðir en það er 90. mínúta upp liðin núna. Venjulegum leiktíma er lokið. Það verða væntanlega eitthvað smá tafir. Hvað erum við búin að sjá? Við erum búin að sjá 4 skiptingar samtals. 4 skiptingar og 1 rautt spjald, þannig að það hefur komið einhverja tafir í leikinn. Ég hef ekki að segja þetta séu svona 3 mínútur í viðbótartíma. 4 mínútur í viðbótartíma. 4, sættist að það. Hérna kemur Höddi með sendingu hérna fyrir og Yngvi á skalla og það munaði boltinn siglir hérna sína leið aftur fyrir endamörk en ekki mikið hefði þurft til að beina þessu á markið. Nú ef framfer sem horfir þá förum við í 7 stig, ekki satt? Jú, mikið rétt. Ef að þetta verður svona þá erum við að sigla fram úr liði Elliða í stöðutöflunni. Þeir sitja þá eftir með 6 stig, við erum konum með 7. KB er líka með 7 stig og næsta föstudag hérna á Blönduósvelli eigast einmitt við lið Kormáks og KB. Og það getur verið leikurinn sem að stjórnar svolítið framhaldinu á keppnistímabilinu á Kormáki. Ef við vinnum KB þá erum við komin í bullandi séns með að ná 3. sætinu í riðlinum. Þvert á allar spár fyrir mót. Sem að er svona ætti að vera raunhæft markmið fyrir okkar menn. Þeir eru með mjög sterk lið þarna í 1. og 2. sæti riðilsins sem að keppa þá að komast upp úr riðlinum. Nú hann að taka þeir vittlustengast. Já, hann var að færa hana aftar. Hann færið hann aftar, já. Hann er með fullkomna stjórn á þessu, þeir kvarta á kvein yfir því og dómarinn líður ekkert múður hér. Lætur vita því skýrt og greinilega og hann kemur innkastið, taka 2 og dómarinn, línuverðin fyrirgeð, hann sveiflar flaggi sínu af alefli til merkis eitthvað misjamt í leik Kormáksmanna. Misti Markus mannin örlítið fram hjá sér og hékk á honum hann og fekk dæmd á sig aukaspyrnu. Þeir eiga aukaspyrnu hérna fyrir út við hliðarlínu miðjum vallarhelmingi okkar manna og það kemur væntanlega sending hann inn. Þetta er hættuleg sending en Yngvi tekur hennar bolta vel niður og sjá þessa flotta sendingu hjá Óskari en hún er örlítið útalega, þarna Sigurður kominn alveg á straugið og Hörður gargar á honum og biður Sigurður að koma að skila sér aftur. Þarna kemur Yngvi og þarna mátti engu muna, þarna var hann eitthvað að dóla með boltan. Hver er kominn þarna inn á? Arnar er kominn þarna inn og ég tók nú ekki eftir. Fyrir Heiðar. Fyrir Heiðar, já. Kominn í hægri bakvörðinn, gefur slánanum engin grið svo að hann er ekki að koma boltanum fram. Nú eru 3 mínútur komnar fram við venjulegan leiktíma og nú fyrir að sjá sendingun hérna alveg yfir, það er alveg gapandi lausmaður en þessi sending frá, er þetta ekki, já ég veit ekkert hver þetta var, ég veit ekki að reyna að giska það, hún var slök, alltof innarlega. Sýnist þetta vera, nei þetta er ekki Viktor, þetta er líklegast til, já. Sést ógreinilega hérna hver þetta er. Yngvi sýnist mér. Kennir sér með eins, höfuð með eins. Þetta er Yngvi, ég held að hann gerir þarna vel, hann er að narta í tíman.
fínt hjá honum. Og nú eru konar 93 mínútur og 25 sekúndur betur á klukkuna og ætlum við að það sé ekki nema eins og svona 30 sekúndur eftir að þessu og við erum komin með svo að segja 8,5 putta á þessi 3 stig, ekki satt Björgvin? Jú, ég myndi segja að það væri jafnvel 9 þessir puttaðínir og það eru semst alveg að detta í 4. mínútu uppbótartímans. Hér komum við sendingin inn fyrir og þeir bjarga boltanum í horn, Elliðamenn, nei, býðum við eftir Japp, Jaml og Föður ákveður línuvörðurinn en þarna hafa hann sviðið aftur fyrir með boltan. Hann er ekki sá viðbragðsfljótasti í bransanum en ákveður að gefa okkur horn þarna. Þetta var mjög fínn dómur. Nú siglir tíminn líklega sína leið í þessum hálfleik og ætlum við að þessum hálfleik sé lokið þegar þessari Við viljum að þessum hálfleiki ljúki akkurat með spyrnunni, helst væri nú bara fínt ef að boltinn færi inn í markið og myndum ljúka hana þannig. En Kormákur 2, Elliði 1, 94. og hálfri mínútu betur og þeir eru ekkert að flýta sér í horninu. Hérna kemur hornið hvað hverju. Þetta er fínn bolti, beitur honum upp í vindinn en þarna er bara akkurat ekki nokkur maður. Hörður Gylfason er komið með markaþef og vill setja boltan inn og dómarinn flautar hér til leiksloka og Hörður er hinn glaðasti, fórnar 2 höndum í loft upp og stigin 3 eru Kormáksmanna, við fögnum því. Þeir fagna hérna eins og heimsmeistarar hafa orðið. Þetta eru kærkomið stig, það eru svolítið langt síðan þeir unnið síðast fótboltaleik Kormáksmenn. Með þessum sigri og þessum 2-1 lokastöðu þá sigla Kormáksmenn upp í 5. sæti deildarinnar, eru núna með jafnmörg stig og KB en örlítið lakari markamun, ekkert sem að neinin munar þannig en þetta eru -5 sem við erum með og -1 KB. Þetta er ágætis uppbytun fyrir stórleikinn næstu helgi. Þá er hér Húnavaka í bænum og leikur á föstudagskvöldi sem er góð blanda og leikmenn Kormáks fagna hér með aðdáendum sínum og pumpa höndum í loft hver annan þeran. En ég held að við förum að segja þetta gott hvað og hverju. Lokastaðan Kormákur 2, Elliði 1, mörkin skoruðu Heiðar Örn Rúnarsson eftir sendingu frá Hlyn Rikk í fyrri hálfleik. Þannig að Hlynur sett hann þvert inn fyrir vörn Elliðamanna og Heiðar sýndi mikla yfirvegun í að chippa boltanum yfir markmann Elliða. Seinna markið var góð pressa frá Sigga og Ingvar Rafni í framlínunni þar sem að Siggi náði að múskla sér inn í vítategin og ná skoti og Ingvi þurfti 3 tilraunir með milli komu í markmanni þeirra áður en hann náði að dundra boltanum úr enninu frákastinu inn í markið. En eins og ég segi þá hygg ég að við segjum þetta bara gott hérðan frá Blönduósvelli. Endurtökum Kormákur 2, Elliði 1 og ég kveð hérðan frá Blönduósvelli og það gerir Skúli væntanlega líka. Jú. Og við heyrumst aftur næst komandi föstudagskvöld.